Skulum hefja stundina á því að lúta höfði í bæn. Kæri himneski Faðir, við biðjum þig að blessa þessa stund og vera með okkur. Biðjum þig að leiða okkur og þinn heilagi andi með að vera með okkur. Biðjum fyrir þeim sem eru enn á leiðinni og biðjum fyrir þeim sem að fylgjast með á netinu og öllum sem að ekki gátu komist en vildu gjarnan gera það. Kæri Faðir, við leggjum okkur öll í þínar hendur í Jesú nafni. Amen. Við skulum hefja stundina á að syngja sálminn númer 68, Guð þín elska. Elska undrið þæsta, unun himins birtist hér. Ger þinn bústað, Guð vort hjarta, Við skulum því næst syngja sálminn númer 75, Guð allur heimur. Við skulum syngja fyrstu 4 erindin. Yeah.
rísa á fætur. Ég ætla að lesa ritningarlesturinn. Ritningarlesturinn að þessu sinni finna í Hebreabréfi, 8. kafla og 10. versi. Þetta sáttmálinn sem ég vil gjöra við hús Ísraels eftir þá daga, segir Drottinn. Ég vil leggja lög mín í hugskot þeirra og rita þau á hjörtu þeirra. Ég mun vera Guð þeirra og þeir munu vera líður minn. Við skulum lúta höfðu í bæn, þeir sem treysta sig til með að krjúpa með mér til bænar. Kæri himneski Faðir, við þökkum þér fyrir allar þær gjafir og allar þá miskunn og náð sem þú veitir okkur á hverjum degi. Við þökkum þér fyrir það að þú gefur okkur lífið og þú gefur okkur náð á hverjum degi. Kæri Faðir, við viljum leggja í hendur þínar öll þau bænaratriði sem rituð eru í bænabók safnaðarins. Kæri Faðir, við vitum að þú vilt glaður gefa okkur allt það sem gott er. Og því biðjum við þig að þú megir heyra bænir okkar og þú megir gefa okkur það besta sem að er fyrir okkur í hverju kringumstæðum. Við biðjum þig að vera með þeim sem eru sjúkrir, þeir sem eru hryggir, þeir sem eru einmana. Ég bið þig að vera með og leiða og vernda okkur á hverjum einasta degi og við megum ganga meira og meira með þér. Við biðjum þig fyrir land og þjóð og fyrir kirkju okkar hér á Íslandi, hér í loftsalnum og líka í heiminum. Kæri Faðir, við biðjum þess að þú megir hjálpa okkur og gefa okkur ríkulega af þínum heilaga anda, að við megum bera út þinn boðskap, þitt fagnaðarerindi til allra sem þurfa á að heyra. Kæri Faðir, við biðjum þig enn og aftur að blessa þessa stund og vera með okkur. Í Jesú nafni. Amen. Við skulum halda áfram að syngja saman sálmur númer 78. Sálmur númer 78, Lýs milda ljós. Textin eftir Matthías Jochumsson. Oh,
gríðarlega fallegur sálmur. Við ætlum að taka upp gjafir og gjafin í dag renna til Safnaðarsjóðs og þetta að sjálfsögðu frjáls framlög sem notuð til þess að reka húsnæði hér meðal annars. Kæri himneski Faðir, við byggjum þig að blessa þessar gjafir, byggjum þig að margfalda þær og þeim með verið starfið þínu til framdráttar. Byggjum þig að blessa gjafarann í Jesú nafni. Amen. Gracias. Þá komið að því að við syngjum barnasálminn, sálminn nr. 179. Og eftir það ætlum við að hlýða á tónlistrætt.
¿Quieren venir hasta adelante, niños? Me vantar sjálfboðaliða. Necesito un voluntario. Það verður að vera svolítið hugrakki stóri krakkar. Ayúdale aquí. Necesitamos voluntarios. ¿Alguien más grande? Es un juego. Þetta leikur. Es un juego. Og ég hérna með svona til að slökkva reyndar á kertum. Esto es usado para apagar velas. Ég ætla bara að rétta þér og þið getið byrjað leikin. Te voy a dar eso y pueden empezar a jugar el juego. Allt í lagi, þið með byrja. Pueden empezar. Fyrirgefðu, gleymdi ég einhverju? Ay, perdón, se me olvidó algo, ¿verdad? Gleymdi ég einhverju ekki að segja hvernig leikurinn er? No les expliqué cómo debería ser el juego. Er það ekki betra? ¿No sería mejor? Ok, prófum aftur. Bueno, vamos a intentar otra vez. Ok, og þú alveg hér. ¿Y tú aquí? Ok, ég ætla að rétta prikið hérna megin. Yo voy a dar ese palo aquí. Vente para acá. Ok, ég ætla að rétta prikið. Esto lo vas a tener aquí. Þið með ekki færa ykkur, No se pueden mover. ekki neitt. Nada. En þið að setja á púltið. Pero tienen que ponerlo aquí en el púlpito. El Rétta palo. þetta hér. Y dármelo acá. Ah, 1, 2 og byrja. 1, 2 y... Nei, bara rétta, ekki kasta. No lo pueden tirar. Sin mover. Sí. Þið er að setja. Ah, estaban haciendo trampa porque se movió. Eso no se puede. Prófum eitt leik. Komum þetta allt saman. Un juego más. Vengan aquí. Todos. Ok, allir koma allir hingað. Todos aquí, todos aquí. Ok, núna ætla ég að breyta leiknum. Ahora voy a cambiar el juego. Þú færð þetta prik. Tú puedes tener ese palo. Meðan þú heldur á því, Mientras que mantienes ese þá palo, mátt ekki fara neitt. no puedes ir a ningún lado. En þau með að færa sig. Pero ellos sí pueden moverse. Ok, þannig að núna ætla ég að byrja ykkur að rétta með prikið hér. Ahora les voy a pedir que me den el palo hasta acá. En maður heldur prikið þá maður að vera kjur. Pero el que tiene el palo tiene que estar quieto. En annars má maður láta. Y si uno no tiene el palo, puede caminar. Og ég þið þurfa að rétta með hingað. Hjálpa. Y me lo traen para acá, por favor. Ok, 1, 2 og byrja. 1, 2 y empieza. Rétta. Ah, Hingað. venga para acá. Y tú también. Agárralo. Agárralo, agárralo. Muy bien. Gracias. Gracias por su ayuda. Ahora se pueden sentar. Fyrst þegar það voru engar reglur. Niños, cuando no habían reglas para el juego, Var þetta skemmtilegu leikur þá? entonces era un juego divertido. No, Það vissi ekki hvað hann átti að gera. nadie sabía qué hacer. En svo þegar voru komnir reglur, Ahora, cuando habían reglas, en þið voru að láta í burtu fyrir hverju öðru, pero ustedes estaban muy lejos el uno del otro, var það skemmtilegu leikur. ¿era un juego divertido? ¿Divertido? No, no. En svo þegar þið gáttu hjálpast að, Pero cuando ustedes podían ayudar el uno al otro, var það ekki skemmtilega allavega.
Era más divertido, ¿verdad? Okkur tókst að koma prikinu alla leið. Entonces lograron llevar el palo al púlpito. Málið er þannig að Guð Lo que pasa es que Dios bjó til lögmál hizo una ley para nosotros, til að fylgja. para seguir. Og eins og Birgir var að tala daginn, Y así como Birgir dijo el otro día, munið þegar hann var að tala öll náttúrulögmálin, ¿se acuerdan cuando él estaba hablando de las leyes naturales? þá var hann að segja að það væri ekki bara nóg að hafa náttúrulögmál, Dijo que no era suficiente tener solamente leyes naturales. þið vitið að ef ég sleppi þessu, þá dettur það niður. Sí saben que si yo suelto ese palo se cae. Þyngdaraflið. Esa es la fuerza de la gravedad. En hann Birgir var að segja okkur, ef að þyngdaraflið væri rosalega sterkt, þá geti ég eins og lyft fótnum. Pero Birgir dijo que si fuera muy fuerte la gravedad, yo no podría levantar mis pies, estaré yo pegado a la tierra. En Guð er búinn að fínstilla náttúrulögmál. Pero Dios ha hecho las leyes así totalmente perfectos. Lífið myndi ekki ganga upp Y la vida no funcionaría si no fuera así, ef að náttúrulögmálin væri ekki rétt. si no estuviera correcto todo eso. Alveg eins og leikurinn var ekki, það gekk ekki upp ef þau voru langt í burtu. Así como el juego no funcionaba si estaban ustedes muy lejos el uno del otro. Þannig að Guð býr til lögmál Así que Dios hace ley og líka bara reglur allt í heiminn. y reglas de todo lo que existe en el universo. Þær eru okkur til góð. Y esas reglas son para nuestro bien, Þetta er sér hjálp para ayudarnos og til þess að passa upp. y para cuidarnos. Þannig að næst þegar þið heyrið einhverja reglur, Así que la próxima vez que escuchan esa palabra, reglas o stundum leyes, frá pappa, tal vez reglas que vienen de nuestros papás, þá eru allar líkur á því að þessar reglur es lo más probable que esas reglas séu bara til að hjálpa þér sean para ayudarte og passa þig. y cuidarte, Alveg eins og Guð vill passa okkur. así como Dios nos cuida a nosotros. Og þegar að allt er eins og það á að vera, Y cuando todo es como debe ser, þá ganga hluturinn miklu betur. todo sale bien. Eigum við að biðja saman krakkar? Niños, vamos a orar. Spenna, greið. Kæri Guð, Querido Dios, við byggjum að vera með öllum þessum krökkum hér. te pido que estés con todos esos niños aquí. Blessa þau og vera með þeim. Pido que los bendigas y que los cuides y que los lleves con bien. Hjálpa okkur að læra meira þitt lögmál og fylgja þér. Ayúdanos a aprender más de tu ley y seguirte a ti. Ef við gerum mistök, Y si hacemos error, að segja bara fyrirgefðu de acordarnos de pedir perdón og halda svo á. y seguir adelante. Biðjum því að vera með okkur. Te pedimos que tú estés con nosotros Í Jesú nafni. en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Takk fyrir krakkar. Gracias, niños. Það er mjög skemmtilegt í dag Hoy es un día especial. því að í dag þá er barnshelgun. Vamos a dedicar a una niña a Dios. Ég ætla að bjóða Marjónu og Jean-Pierre að koma hérna upp. Quiero invitar a Mariana y a Jean-Pierre a subir aquí con la niña. Með litlu stelpuna, Söru. Con Sara. Í orðskjóðunum 22 En los Proverbios 22, í 7. versi en el versículo 6, stendur: Fræð þú sveininn en stúlkuna veginn sem hún á að halda og á gamals aldri mun hún ekki af honum víkja. Orðskjóðun 22:6.
instruye al niño o a la niña en su carrera, aun cuando fuera viejo o vieja, no se apartará de ella. Það svo dásamlegt að sjá nýtt líf. Es maravilloso ver una vida nueva, Sjá lítil börn ver los niños pequeños, sem eiga svo margt eftir. que les falta tanto. Það líka gaman að sjá foreldrana También da gusto ver a los padres sem bara geisla af gleði que están iluminados por felicidad og vilja gera allt fyrir barnið sitt. y quieren hacer todo para su hijo o su hija. Og elska barnið þitt út af lífinu. Y aman a su bebé más que su vida. Og í dag fáum við öll að vera að taka þátt í því Y hoy podemos tomar parte en eso, að biðja fyrir og blessa barnið de orar por ustedes y por la niña y bendecir. og koma á framfæri ósk foreldrana Y también decir el deseo de los padres, að hún Sara feti í fótspor þeirra este deseo de los padres que Sara siga en sus caminos og velja að setja Jesú í fyrsta sæti. y escoja a Jesús en el primer lugar. Og hann megi blessa líf henni. Y que Él bendiga su vida. Í 4. Mósebók En já, ég ætlaði að láta þetta, hann virkar ekki, mikrofónin. Heyrist í Kitta? það heyrst í mér. Nei, hún Stefjör að segja nei, virkar ekki. Eitt, tveir. Heyrst betur núna? Já, nú heyrist, já. Okay. Afsakið. Í 4. Mósebók En Números, og í 7. kafla y el capítulo 6, versi 24 til 27 versículo 24 al 27, þar eru blessunar orðin ahí están las palabras de bendición sem að Guð mælti til Móse que Dios le dijo a Moisés og gaf fyrirmæli að Aron og synir hans ætti að blessa líði með þeim. y que dio una instrucción de que Aarón y sus hijos deberían usar esas palabras para bendecir al pueblo. Og mér finnst engin önnur orð vera meira viðeigandi til að blessa barnið Y með. yo pienso que esas palabras son más adecuadas para poder bendecir a la niña. Eigum við að prófa hvort Vamos. hún... A ver, Luis, déjame ¿cómo? cargarla, a ver cuál va a ser la reacción. Allt í lagi. Ó, býttu svona, já. Allt í lagi. Þá gerum við svona. Ég set hendina svona upp. Og ég segi, Drottinn blessi þig og varveiti þig. Jehová te bendiga y te guarde. Drottinn láti sína ásýn lýsa yfir þér og sé þér náðug. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Nú skulum við biðja fyrir barninu og foreldrunum. Y vamos a orar por la niña y por los padres. Kæri himneski faðir, Querido Padre que estás en el cielo, við biðjum þig að vera með Söru. queremos pedirte que tú estés con Sara, Við biðjum þig að blessa hana que la bendigas, og varveita hana ávallt. que la protejas siempre, Að hún megi feta þinn veg que ella camine tus caminos og hún megi vera mörgum til blessunar. y que ella sea una bendición para muchos, Að hún megi færa fólki gleði que ella lleve felicidad a otros og frið. y paz. Kæri faðir, ég bið þig einnig að vera með foreldrunum, Querido Padre, también quiero orar por los padres, með Jean-Pierre og með Marionu. Jean-Pierre o Marianne. Ég bið þig að blessa þau Quiero pedirte que los bendigas í þessu nýja og mikilvægasta hlutverki þeirra hinga til. en este trabajo que les has dado como padres. Já, þetta stórt hlutverk Es un trabajo muy importante. og við biðjum þig þess vegna að blessa og gefa. Por eso queremos pedirte que tú los bendigas y que los guíes Og gefa ríkar blessanir til að leiðbeina þeim í uppeldinu
para cuando ellos están criando a sus hijos. og muna hafa þig ávallt með í því. Y que siempre se acuerden de tenerte a ti a su lado mientras que guían a sus hijos. Að uppeldi megi stuðla að því að Sara megi gefa þér sitt líf Y que su crianza pueda hacer que Sara te dé su vida þegar hún sjálf komin til vits og ára. cuando ella ya sea más grande. Við biðjum þig að vera með okkur öllum hér í söfnunum, Te pido que estés con nosotros todos aquí en este momento en la iglesia. að við megum styðja Söru, Jean-Pierre og Mariannu Ayúdanos a hacer apoyo para Jean-Pierre, Mariana y sus hijos í þessari göngu og en esta caminata y para siempre. Við biðjum þess í Jesú nafni. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amen. Amén. Amen. Congratulations. God bless ykkur. Mikið lifandi ósköp var nú stillt. Ay, qué tan quieta estaba y tranquila. Sí. Svona, já. Í dag ætlum við að ræða eins saman lögmál Guðs og tilgang þess. Hoy vamos a platicar de la ley de Dios y cuál es el propósito de la ley. Að því að stundum erum við með skakka mynd af Guði Porque a veces tenemos una imagen de Dios que está equivocada. og það hefur áhrif á viðhorf okkar til hans. Y esto impacta nuestra actitud hacia Dios. Þið munið eftir því þegar í byrjun mánaðar þegar Birgir fór yfir það með okkur. ¿Se acuerdan cuando Birgir estuvo platicando con nosotros Hvernig skaparinn fínstilti heiminn como el creador, vet ekki alveg hvernig það segja fínstilla á spænsku. Afinó todo el universo. og hvernig í raun og veru þessi náttúrulega lögmál halda bara bókstaflega heiminum saman. Y cómo es que la ley del universo mantiene todo funcionando. Og það alveg undursamlegt að skoða hversu dásamlega skapari okkar hefur skapað heiminin, jörðina og allan alheiminn. Es maravilloso como Dios ha creado la tierra, el cielo y todo el universo. En áður en við höldum áfram þá skulum við lúta höfði í bæn. Pero antes de que sigamos, vamos a orar. Kæri himneski Faðir, Querido Padre que estás en el cielo, við þökkum þér fyrir það að þú ert skaparinn te damos gracias por ser el creador. og þú ert líka frelsari okkar. También eres nuestro redentor. Við biðjum þig að vera með okkur og gefa okkur ríkulega þínum heilaga anda. Te pedimos que estés ahorita con nosotros, que nos des de tu Espíritu Santo. Nú þegar við opnum orð þitt, Ahora que estamos abriendo tu palabra, að þú megi tala til hjarta okkar que tú hables a nuestro corazón og vera með okkur ávallt. y que tú estés con nosotros siempre. Í Jesú nafni. En el nombre de Cristo Jesús. Amen. Amén. Eitthvað stríða mér. Lögmálið La ley eins konar spegill. es como un espejo. Spegill sem birtir okkur syndina. Es un espejo que nos muestra el pecado. Þessu lýst í Rómarabréfinu Esto se describe en Romanos 3. kafla og 20. versi. 3:20. En fyrir lögmálið kemur þekking syndar. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Án lögmáls þá voða erfitt að segja til hvor hvað. Sin ley es difícil decir qué es qué. En Biblían tala líka aðeins meira lögmálið. Pero la Biblia también habla más de la ley. Að því að í Jóhannesarbréfi Porque en la carta de Juan, í 2. kafla og 3. versi
En primera carta, segundo capítulo, tercer versículo, stendur að við vitum, og á því vitum við, að ef við þekkjum hann, ef við höldum boðar hans. y ahí dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Það er verið að segja okkur að við getum ekki þjóna Guði Nos están diciendo que no podemos servir a Dios án þess að fylgja boðarum hans. sin seguir su ley. Lesum í 5. kaflanum, Vamos al capítulo 5 de la primera carta de Juan. líka í Jóhannesarbréfi, 5. kafla, 3. vers. Því að í þessu birtist elskandi Guðs að við höldum hans boðorð og boðorð hans eru ekki þung. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Það er ekkert erfið, segir Biblían. La Biblia dice que no son difíciles. En þá getum við spurt okkur, hvað gerist ef ég er nú bara nokkuð góður, sko. Ég geri eiginlega bara allt alveg rétt. Svo cirka, næstu því. ¿Qué pasa si decimos, bueno, yo casi siempre hago las cosas bien? Ég geri kannski bara einu sinni mistök. Solamente hice una vez un error. Hvað þá? ¿Qué pasa entonces? Þá förum við í Jakobsbréfið. Entonces vamos a ir a Santiago. Þetta er ekkert að virka. Yo, come. Komið, já, sí, þá fór ég aðeins svo langt. Þótt einhver héldi allt lögmálið en rasaði í einu atriði, þá er það orðið sekur við öll boðorð þess. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Þannig að við þessi sem erum næstu því fullkomin, við erum samt í klandri. Entonces, aunque seamos casi perfectos, estamos en problema. Það var smá grín, erfitt að vera fullkomin. Es difícil ser perfecto. En lögmálið það segir okkur enn fremur að hver sem syndrígur fremur á lögmálsbrot. Syndin er lögmálsbrot. También dice la Biblia, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ég held að við getum alveg verið hreinskilin við okkur sjálf Creo que podemos ser sinceros con nosotros mismos og við áttum okkur á því y nos damos cuenta að ég hef brotið boðorðin. que he hecho una infracción de la ley, Hvort sem það var í gær eða fyrir einhverju síðan, ya que sea ayer o en el pasado, hvort sem það er einu sinni eða tvisvar eða 1000 sinnum. una vez, 2 veces o 1000 veces. Mér hefur að minnsta kosti reynst að megn að vera fullkomin. Para mí ha sido imposible ser perfecto. Að fylgja öllum lögmálunum sjálfur í eigin krafti. Seguir toda la ley de Dios con mi propio esfuerzo. Og það er þess vegna sem að það er svo mikilvægt fyrir okkur að við stoppum ekki bara hér. Por eso es tan importante no parar aquí. Af því að við þurfum að hugsa út í hvernig getum við þá verið frelsuð. Porque entonces tenemos que pensar, bueno, entonces, ¿qué necesito para ser salvo? Þetta er Afsækið, þetta er ruglast glærunar. Því að náður eru hólpnir orðnir fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka, það er Guðs gjöf. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es no de vosotros, pues es don de Dios. Hvernig gengur það? Entonces, ¿cómo funciona eso? Við erum hólpin fyrir náð, Somos salvos por gracia, fyrir trú. por la fe que tenemos. Það er ekkert okkur að þakka. No es gracias a nosotros, Það er gjöf Guðs es un regalo de Dios sem að er í boði fyrir okkur. que nos ofrece Dios. Og meira þess að hefur náðin verið til frá því áður en að heimurinn varð til. Y la gracia ha existido antes de que el mundo existió. Við sjáum það í öðru Tímóteusarbréfi, 1. kafla og 9. versi. Podemos ver eso en 2 de Timoteo 1:9. Hann hefur frelsað oss og kallað oss með helgri köllun.
Ekki eftir verkum vorum, heldur eftir eigin ákvörðun og náð, sem oss var gefin fyrir Jesú Krist frá eilífum tímum. quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hann vill gefa okkur náð sína á hverjum degi. Nos quiere dar su gracia diario, Hann vill gefa okkur náð sem umbreytandi afl í lífi okkar. que esta gracia sea una fuerza que nos cambia en nuestra vida diaria. Pétur velti því fyrir sér í Rómarabréfinu. Pedro estaba pensando, esto que menos Paul. Páll í Rómarabréfinu afsakið. Pablo en Romanos estaba pensando, Hvort við gætum ekki bara fellt niður lögmálið. estaba pensando, ¿será que no podemos deshacernos de la ley? Þið sjáið spegillinn, lögmálið, El espejo, ¿se acuerdan? La ley segir okkur hvað synd, nos dice que es pecado, hvað lögmálsbrot. que es una infracción de la ley. Ef það væri ekkert lögmál, Si no habría ley, þá var enginn að brjóta það heldur. entonces no estuviéramos infringiendo la ley. Og þess vegna segir hann í 4. kafla og 15. versi, Y por eso dice aquí en el capítulo 4, versículo 15, því að lögmálið vekur reiði, en þar sem ekki lögmál, þar eru heldur ekki lögmálsbrot. pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. En lögmál Guðs sýnir okkur líka lyndisenkun Guðs. Pero la ley también nos muestra el carácter de Dios. Þannig að hvernig gat hann fellt það í burtu? Entonces, ¿cómo pudo haber hecho que se deshiciera la ley? Við sjáum að Páll kemst að því aðeins seinna. Podemos ver esto en lo que dice Pablo un poquito más adelante, Í 7. kaflanum, en el capítulo 6, að það gengur ekkert upp að þó við séum frelsuð af náð, que no funciona, aunque seamos salvos por gracia, að við bara höfum okkur hvernig sem que nos comportemos así como se nos pega la gana. Og eins og Páll orðar það, Y así como Pablo lo dice, hvað þá? Eigum við að synga af því að við erum ekki undir lögmáli, hendur undir náð. ¿Qué Fjarri pues? fer því. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Kristur kom fyrir okkur og hann dó fyrir okkur. Og Cristo vino aquí y murió por nosotros. hann dó fyrir okkur til þess að uppfylla lögmálið fyrir okkar hönd. Y murió para cumplir la ley para nosotros. Og aðeins seinna þá skrifaði Páll í 8. kafla Rómarabréfsins: Y si vamos al capítulo 8 de Romanos, Pablo escribió, þar sem lögmálinu var ógerlegt að því leyti að það mátti sín einskis fyrir holdinu, það gjörði Guð. Með því að senda son sinn eigin son í líkingum syndugs manns gegn syndinni, dæmdi Guð syndinni í manninum. Þannig var réttlætiskröfu lögmálsins fullnægt hjá oss sem lifum ekki eftir holdi, heldur eftir anda. porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado. Já. Y para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Kristur kom og sigraði syndina fyrir þig og fyrir mig. Cristo vino a conquistar el pecado para ti y para mí. Og það eina sem við þurfum að gera Y lo único que tenemos que hacer að taka á móti náðinni es recibir la gracia og vaksa með honum. y crecer con Él. Það ekki eitthvað sem við viljum gera? ¿No es lo que queremos hacer? Að taka á móti náð hans Recibir su gracia og leyfa honum að leiða okkur áfram. y dejar que Él nos guíe. Það kemur upp þessi spurning: hver vilji Guðs fyrir þig? Siempre viene esa pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para ti? Lesum saman aftur í Hebreabréfinu 8. kafla Vamos a leer otra vez Hebreos 8 og 10. versi. y el versículo 10.
Þetta sáttmálinn sem ég mun gjöra við hús Ísraels eftir þá daga, segir Drottinn. Ég mun leggja lögum minn í hugskot þeirra og rita þau á hjörtu þeirra. Ég mun vera Guð þeirra og þeir mun vera líður minn. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ég mun leggja lög mín í hugskot þeirra og rita þau á hjörtu þeirra. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Guð vill skrifa lögmál sitt á hjarta þitt. Es lo que Dios quiere para ti. Quiere escribir su ley sobre tu corazón. Af hverju myndi hann vilja skrifa lögmál á hjarta þitt ¿Por qué será que quiere hacer eso, escribir su ley sobre tu corazón? ef það ósanngjarnt, Si es injusto, íþyngjandi si es una ley pesada, eða ósanngjarnt? injusto. Já. Satan hefur frá örófi alda vilja koma því í huga okkar að lögmál Guðs sé ósanngjarnt. Satanás siempre ha querido convencernos de que la ley de Dios es injusto. Og við getum farið í mismunandi skurði Y podemos tomar un lado u otro. Við getum reynt að uppfylla lögmálið sjálf. Podemos tratar de seguir la ley por nuestro propio esfuerzo Og vinna okkur inn frelsun Guðs sjálf. y ganarnos la salvación por nuestro propio esfuerzo. Það erfið leið og hún einmana. Es una manera muy difícil y muy solitaria Og hún skilar engu. y no te va a dar nada, ningún resultado. Og við getum líka móttekið náð Guðs También podemos recibir la gracia de Dios og látið þar við sitja. y no seguir más adelante, Og nada daginn más quedar en eftir eso. farið að sinna einhverju öðru. Y al otro día hacer otras cosas Það hafði engin áhrif á mig. y que no me impactó a mí para nada. Það breytti engu í mínu lífi. No cambió nada en mi vida. Það hefur engin áhrif á mig. No me impacta Það ekki verið að skrifa lögmálið á hjarta mitt. y nadie escribió la ley en mi corazón. Eða við getum tekið á móti náðinni O podemos recibir la gracia og áttu okkur á að hún umbreytandi kraftur. y darnos cuenta que es un poder que cambia. Áttu okkur á því að sú ganga ekki bara einn dagur, ein ákvörðun. Esto no es un día y una decisión Í dag ætla ég að fylgja Guði. y no es así de que decimos hoy en día voy a seguir a Dios. Í dag og alla daga þá ætla ég að fylgja Guði. Hoy y todos los días voy a seguir a Dios. Á hverju morgni vill ég gefa mig honum. Cada mañana quiero entregarme a Él. Guð vill vinna í því að skrifa lögmál sitt á hjörtu okkar. Dios quiere trabajar en eso, de escribir su ley en nuestros corazones. Lögmál hans endurspeglar lindisengun hans. Su ley es un reflejo a su personalidad y su carácter. Og þess vegna gefur okkur þetta náð og sinn heilaga anda Por eso nos da la gracia y su Espíritu Santo til að vinna í hjörtum okkar. para trabajar en nuestros corazones, Að við megum vaksa stöðugt í honum. para que podamos crecer constantemente en Él. Og það þegar við tökum á móti náð Guðs Y cuando recibimos la gracia de Dios og við leifum honum að halda áfram að skrifa lögmál sitt á hjarta okkar y lo dejamos que siga escribiendo su ley en nuestro corazón, og við erum stöðugt að vaksa í honum, y si estamos creciendo constantemente en Él, þá vitum við að við erum hjá honum. sabremos que estamos con Él. Þá vitum við að við erum hólpin. Sabemos que estamos salvos, Því að Kristur að vinna í hjörtum okkar. porque Cristo está trabajando en nuestros corazones, Því að Kristur dó fyrir okkur. porque Cristo murió por nosotros. Skapari himins og jarðar El creador de la tierra y del cielo kom í líkingu syndugs manns vino aquí como un hombre og var krossfestur fyrir syndir okkar. y lo crucificaron por nuestros pecados. Lögmál Guðs La ley de Dios
er réttlátt. es justo, Það er gott. es bueno Og það er sett fyrir okkur. y está ahí para nosotros. Alveg eins og foreldri sem leiðbeinir barni sínu, Así como un padre o una madre guía a su hijo, þetta er heitt. cuidado, esto es caliente, Þetta er hættulegt. esto es peligroso. Drottinn agar þann sem hann elskar Dios disciplina al que lo ama. og við gerum það sama fyrir okkar börn. Y lo mismo hacemos con nuestros hijos. Þetta er sáttmálinn sem vill gjöra við hús Ísraels eftir þá daga segir Drottinn, ég mun leggja lög mín í hugskot þeirra og rita þau á hjörtu þeirra. Ég mun vera Guð þeirra og þeir mun vera líður minn. Hebreabrevet. 8:10. Por lo cual, este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en el alma de ellos y sobre el corazón de ellos las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Í dag langar mig til þess að spyrja, ykkur sem er hér, Hoy quiero preguntar a los que están aquí þessa spurningu. esta pregunta. Ef að vilji Guðs Si es la voluntad de Dios í lífi þínu er þessi, para tu vida es esto, að skrifa lögmál sitt á hjarta þitt, escribir su ley sobre tu corazón, er það eitthvað sem að þú vilt. ¿es algo que tú quieres? Þannig að áður en við byggjum, þá ætlum ég að bjóða þeim sem að vilja segja við Guð í dag, Entonces, antes de que empecemos a orar, quiero decirles að biðja þá sem að vilja segja við Guð í dag, ég vil að þú haldir áfram að skrifa lögmál þitt í hjarta mér. que oren a Dios, los que quieren, que Dios siga escribiendo su ley sobre su corazón. Þá vil ég biðja ykkur að rísa á fætur og við byggjum saman Vamos sérstaklega. a pararnos y a orar juntos. Kæri himneski faðir, Querido Señor que estás en el cielo, þú sér hverjir standa hér í dag, tú ves a nosotros que estamos aquí parados, þú þekkir sért hvert og eitt okkar, tú conoces a cada uno de nosotros, þú hefur talið höfuðhárun okkar, tú sabes cuánto cabello tenemos, þú þekkir okkur með nafni, tú nos conoces por nombre, þú þekkir raunir okkar og lífsleið, tú conoces todo nuestro sufrimiento y todo el camino de nuestra vida, þú þekkir veikleika okkar og styrkleika. tú conoces nuestras debilidades y nuestra fortaleza. Og við komum fram fyrir þig Y aquí estamos adelante de ti sem syndugir einstaklingar, como pecadores sem þarnast þinnar fyrirgefningar, que necesitamos tu perdón, þinnar náðar. tu gracia. Kæri faðir, við byggjum þig að fyrirgefa okkur, Querido Padre, pedimos que nos perdones, byggjum þig að vera með okkur que tú estés con nosotros. og við byggjum þig að rita lögmál þitt á hjörtu okkar, Te pedimos que escribas tu ley sobre nuestro corazón, að við meðum vaksa stöðu til þér, que podamos crecer en ti allt þar til að þú kemur aftur hasta cuando tú regreses í skýjunum til að sækja okkur, del cielo para recogerlos, til að vera með þér að eilífu. para que podamos estar contigo para toda eternidad. Við byggjum þess Lo pedimos í Jesú nafni. en el nombre de Cristo Jesús. Amen. Amén. Við skulum syngja loka sálminn, sálminn 336, dýpra og dýpra. Dýpra, dýpra, dýpra,
Lofaði sé Guð og Faðir drottins vors Jesú Krist, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krist frá dauðum til óforgengilegar, flekklausar og ófölnandi arfleðar sem yður er geymt á himnum. Amen.